Já, aðeins hérna aðgerðamarkara. Það að segja, við vorum búin að leiða á svona transistórum, forspennað á svoleiðis og þeir bjuggu til nýja magnara með mörg hundruð transistórum hérna inni. Og hann með hátt inngangsviðnám, þegar að segja hann étur mjög lítið rafmagn inn, ekki neitt, svipað eins og fettin bara. Hann getur gefið út bæði plús- og mínuspennu og hann magnar mjög mikið, ca. 100.000 sinnum. Og þeir eru sem sagt notaðir í tveim tengingum sem samburðarásir. Það ber hann sama merki hér og mismunurinn magnast upp sem 100.000 og það merki kemur hérna út. Og yfirleitt leggst það þá alltaf í bara plús eða mínus af því að mögnunin er svo mikil, þannig að þessi rás gefur oftast bara út bara hæ eða ló. Og svo sem magnararás, og það er sama saga hér. Hér magnar hann upp mismunurinn hérna, sem 100.000, en hér setjum við afturvirkni, neikvæða afturvirkni og hlutfall af þessum tveim viðnám hér, R-in og R-feedback, R-i delt í RF. Það er eitthvað talað, hérna 10K og 1K, þá fóðum við 10 út, þannig að hann spennumagnar sinnum 10. Ef það kemur hálft volt hér inn pluss, þá fengjum við mínus 5 voltinn út. Það er sinnum 10 og þessi pinni inn á pinna 2, þá fasavendir hann. Ef merkið er komið hér inn, þá fasavendir hann ekki. Þannig að þetta eru svo tvær tengingar sem aðgerðamarkarar eru notaðir í, sem samburðarás eða sem magnari. Og þessi heitir invertering amplifier, af því hann inverterar, ef merkið kemur inn hérna á plusspinnan, þá myndar ekki, þá væri plús hér og plús út líka. En mögnunin er með svipuð, það er með sem plús 1 hérna fyrir framann, en það breytir með litlu. Við förum aðeins snöggt hérna í samburðarásina. Hérna er pinnin 2, það situr dálkur hér, pinnin 3 situr dálkur hér. Þið munið kannski að plúsinu plús er plús og mínusinu mínus, það er hérna plús líka. En plúsinu mínus, það er mínus. Þannig að þið bara margfaldið hérna eða þið bara munið bara merkið hér inn, það breytist. Inn á 2, það inverterast, það breytist. Dæmi hérna. Plús 1,5 volt hérna, plús 1,5 volt hér og mínus 3 volt hér. Hvort tölugildið er hærra, þetta hér, þá ræður það. Munurinn hér á milli er 1,5 volt, það sem 100.000. Það er mínus út, sem er bara mínus 13 volt hérna. Það séu 15 volt hér pluss eða mínus, en hann tekur 2 volt til að vinna, þannig að hann getur ekki út með svona cirka pluss mínus 13 volt. Þannig að hérna er nullið, þá er hér mínus. Næsta lína, þá erum við með mínus 8 volt og mínus 7, hér eru mínus 8 volt, hér eru mínus 7 volt. Hvort tölugildið er hærra, hér er hærra tölugildi, það er 1 volti hærra, það séu 100.000. Það fasavendi mínusinu mínus, það gefur pluss. Þannig að hér eru pluss 13 volt. Hérna, hér er nullið. Svona. Og næsta lína, hún er þá pluss 3, pluss 1. Pluss 3 hér, pluss 1 hérna. Þetta tölugildi hér er hærra, það ræður, hærra tölugildi ræður alltaf og mismunurinn magnast upp sem 100.000. Mismunurinn hér er 2 volt og þá er það sem 100.000 og það fóði mínus út. Mínus það það. Og því hann fasavendir. Svona. Og næsta lína, síðasta línan, hún er mínus 5,5 volt hérna og pluss 5,5 volt, 5,1 hér. Þetta tölugildi hér er hærra og munurinn á þessu er svona. Hérna er það mínus 5,5 volt hérna, mínus 5,5 og hér er pluss 5,1. Og þá er smá bútur hér sem ræður, þessi 0,4 volt, þau sem 100.000, þessi ráða hér, þetta er mínus, inn, pluss út. Svona. Þetta þurfum við að kunna. Það er að þið bara skoðið spennurnar hér báðar og spyrja hvor er hærra frá núllinu og sú spenna hún ræður og munurinn á milli þeirra, sínum mögnunin, hann gefur spennun út. En hún getur ekki verið hærri en 13 volt pluss mínus, þannig að þið lendið alltaf í hæ, þetta er bara kallað hæ eða ló. Það hér er bara hæ, það hér er ló, svona. Og hérna er magnarastiginu, hér er lítið merki inn, pluss, mínus. Það fasavendið það kemur á mínusinn, það verður mínus, pluss og 10 sinnum stærra en það er hérna inn. Af því að þessi magnar er þannig að þeir leitast við
að hafa sömu spennu á báðum inngöngum. Það er lykilatriði að skilja magnarastigin með neikvæðri afturvirkni að hér er bara jörð, það er 0, svo kemur eitthvað merki hérna sem er bara plus 0,5 volt eitthvað hérna og það fyrir hér og það fyrir hér. Og þá sér hann hérna mismunni hérna, hér er komið plusspenna, þá gerir hann eitthvað hérna, setur spennuna upp eða niður, þannig að það verði 0 hér. Þannig að hann er alltaf að regla endalaust til að halda nullinu, eða til að halda spennunu hér, þeir eru sömu og er hér. Í samanburðarásinni, það er þetta ekki svona, það er bara spennan hér í hérna og spennan hér í hérna. En með afturvirkniði, þá vill hann hafa sömu spennu á báðum inngöngum. Og þetta er lykilsetningin til að skilja hvernig aðgerðamagnari eða óband vinnur sem magnari með neikvæðri afturvirkni. Og mögnunarstigi er bara svona, þetta hérna, R1 eftir RF. Þetta hérna verður sem bara 100K hérna, 100K, og það er hér 100K og það er mögnunin sinnum 100. Þið stýrið mögnuninni með því að breyta þessum tveirviðnánum. Ekkert HFE, ekkert beta, einhverjir kurvur í annarsveldi eins og fættunum. Mjög einfalt að búið til magnarastigi í þessu, ráðu hvað það magnar mikið, það étur lítið rafmagn inn, hátt inngangssviðnám sem kallað er, lítið við hann út, getur ekki bæði pluss og mínus. Þetta eru frábærar rásir til að vinna við sem magnarar eða sem sambærar rásir.